Það að verða ár síðan að Skagamenn opnuðu laug hérna á Langasandi, Guðlaugu. Það óhætt að segja að vel hafi tekist til því að það streymir hérna fólk alls þar að til þess að heimsækja laugina, kíkja ofan í hana og verða upplifa eiginlega þessa náttúrufegurð sem að Langasandi býr yfir. Okkur langar að heyra þessi Sædísi hjá verkefnastjóri hjá Akraneskaupstað söguna á bak við laugina. Bærinn hérna réðist í rosalega framkvæmd á Guðlaugu, náttúrulaug hérna í fjörinu á Langasandi. Já. Geturðu sagt mér aðeins hvernig hún hefur reynst? Herri, hún hefur reynst bara ótrúlega vel. Við erum hérna alsæl og við líður rosalega vel með þessa laug. Og það eru komni núna yfir 30.000 gestir bara á árinu sem að þetta er búið að vera í rekstri. Hugmyndin að bakinni, hún er eitthvað svo falleg, hún rímar eitthvað svo vel hérna við svæðið allt. Já. Bara, hvernig kom þessi hugmynd til? Herri, þetta var náttúrulega hjón sem að voru frá bræðraparti, Jón og Guðlaug, sem að sliti upp sjóði 2014 og þá runnu ákveðinu fjármagna peningum bara til Akraneskaupstaðar til þess að fara í þessa vegferð að byggja heita laug við Langasand. Og hún er svona þrískipt, það er þessi aðalpottur hérna í miðjunni. Já, og fyrir neðan það er sérst affalli sem kemur úr aðalpottinum sem rennur þarna niður og á góðum brimdögum þá bara fer sjórinn náttúrulega líka í næri pottin og síðan erum við með svona útsýnispall hérna uppi. Hér verður nefnilega alveg stórkostlegt sjónarspil, bara eins og við erum að fá núna þegar að sólin er að setjast og þegar er mikið brim, það er ekki mikið brim núna akkurat. Nei, það er dásamlegt veður og þetta er bara, útsýni er truflað, þú ert að sjá bara alla Reykjanesskagann og til Reykjavíkur og vitan okkar sem er nú næst í segullin okkar hérna á Akranesi. Þú segir þegar að brimi gengur yfir, það er nefnilega tengja kannski margir Guðlaugu bara við sumarið og Langasand við sumarið. Það er aldrei ekki þannig. Hér er fullt af lífi á veturna líka. Það er mjög mikið líf á veturnar og sjósund stundað alveg frá Langasandi allt árið kring sko. Og Guðlaug er opin allt árið kring. En hún er alltaf meira opin í sumartíman og aðeins minna á veturnar. Og við sáum í sumar að langflesti gestirnir að koma samt af sumri til. Það er alveg borðleikjandi. Alveg 24.000 gestir af þessu 30 eru að koma yfir háana sumartíman. Langasandur hefur verið mikið útivistarsvæði fyrir Akurnesinga og svona. Guðlaugin var að bætast við, hér er komin líkamsræktarstöð, svona hreyfistöð og svo ærslabelgur og eitthvað. Stendur eitthvað meira til? Hvað er að fara í gangi hérna? Já, það er áhugaverð spurning. Við náttúrulega þetta svæði er náttúrulega fallegasta svæðið á Akranesi og þetta er bara það hafa allir hagsmunir að gæta með þetta svæði og við viljum að þetta svæði einkennist bara heilsu og vellíðan og kemur og upplifir eitthvað sem bara þú upplifir kannski ekki til annars staðar. Þú ert með umhverfi og náttúruna bara alveg við tærnar á þér. Og hreystitækin og ærslabelgurinn er náttúrulega bara viðbót við það og svo Guðlaug náttúrulega líka. Og við sjáum náttúrulega í framtíðina að hér geti verið að byggjast upp eitthvað sem er meira í takt við þetta. Útivist og hreyfingu og fjölskyldusport og svona. Já. Við erum að fara núna af stað með hugmyndasamkeppni framtíð svæðisins og ætlum að fara í svona samkeppni með arkitektafélag Íslands og landslagsarkitektum og fara að reyna að gera eitthvað frábæra hluti. Náttúrulega fullt saman íbúa og svo framvegis, þannig þetta er allt svona byrjunarstigi. Við erum ákveðin að halda samt í heilsuna og vellíðan og það sé upplifun fólksstæði kemurninga. Langasandur, fjaran, þetta er dálítið einstakt á landsvísu. Jú, þetta er eina fjaran sem er ekki manngerð í rauninni, á þessu tagi og er bláfannavottuð. Þegar maður kemur á góðu viðri stögum á sumrin, sem er nú æði oft og á fjöru, þá er þetta eins og sólarströnd. Já, þetta er bara, hér er fólk bara liggur sólbaði í sandinum og fyrir Guðlaugu og svo erum við náttúrulega með sturtu sem er opnu á sumrin, sem er aðeins frá og það er líka alveg fjöldi fólk sem er þar líka og kemur svo í Guðlaugin á milli og fer aftur tilbaka og þannig að fólk dreifir sig verulega á sandinum. Við langar syngjum þér og fagra ljúfa líf sem gefur gleði stundir dýrar hunað og ást sem aldrei mun mást þú gjöf átt þá gengi sér látt og fagra ljúfa líf sem öll við leitum hvert á sinn hátt. Hefur tilkoma Guðlaugar breytt einhverju fyrir sjósundfélagið? Já, bara þetta geta notið þess að vera en hún kannski breytir ekki miklu på það
Fórum náttúrulega og gerum menn förum úr lauginu og í sjóin en auðvitað er þetta frábær viðbót. Þið hafið nefnilega verið dálítið öflug í sjósundi. Hvernig byrjaði þetta? Hvenær byrjaði? 2011 var stofnað félagið. Já, 2011, jú, er það ekki? Jú, 2011 var farið fyrstu ferðina í Lambhúsasundið. Og svo er þessi hópur búinn að vera svona tínast inn síðan, ekki? Rósa er búinn að vera hérna lengst. Já, 6 ár. Já, 6 ár. Kannski spurning sem brennur á vörum allra landsmanna. Hvað djöfulinn er að fólki sem fer í sjósund? Það er ekkert að því. Já, við höfum nú öll sömu söguna að segja því að áður en við byrjum og sáum fólk gera þetta, þá fannst okkur það frekar bilað, sko. En svo er þetta þannig að ef maður fer einu sinna þá getur maður eiginlega ekki hætt. Nei, það er nú eiginlega þannig. Já, það er bara þannig. Getum við ekki verið saman um það? Jú, við erum búin að vera í 6 ár eða okkur finnst þetta alveg ömurlegt. Þetta var bara hvað? Þetta er bara geggja, skemmtilegt bara geggja, sko. Þetta er svo gaman, bara mikið skemmtun í þessu. Félagskapurinn, já. Ég finnst það nú vera alveg stór partur af þessu félagskapurinn. Það er hægt að hittast og spila líka. Það er ekki eins. Allt er þessi. Að lýra? Ég reyndar ekki. Er hægt að lýsa upplifuninni, tilfinningunni eftir sjósund, eða bæði að fara onni og svo að koma upp úr? Bara endurnýjun. Bara endur nærist. Já. Þetta er frískandi, vissulega. Þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld. Við sjáumst í næsta þætti.